velkomin á þennan annan fund sveitarstjórnar Rangárþings ytra á nýju kjörtímabili. Ég ætla að byrja á að fara yfir mætingu og þessi mættir er Eggert Svavar sem hér stendur, Margrét Harpa, Guðbjörg Snorradóttir og Viðar Már Þorsteinsson og við erum fulltrúar álykta. En mér langar að bjóða Guðbjörgu sérstaklega velkomin á sem fyrsta sveitarstjórnarfund. Er ekki hljóð? Og svo er það Þröstur Sigurðsson, Guðmar Eybergsson og Ingvar Pétur Guðbjörnsson og þeir eru fulltrúar B-lista. Einnig sitja fundin Hulda Karlsdóttir sem skrifar fundargerð og Helga Guðrún Lárusdóttir sem skrifar tæknimálin. Ég ætla þá að byrja á því að kalla eftir hvort það eru athugasemdir við útlensk fundabók. Og það hefur skilur þessu. Engar athugasemdir við útlensk fundarbók. Þá ætla ég óska eftir því að mál nr. 7 verður tekið inn á fundinn sem fór ekki upp með dagskrá og varðar tækifærisleyfi í landamannalaug. Þú getur samþykkt það. Það er samþykkt. Við göngum þá til dagskrár og förum í fyrsta mál sem er samþykkt fyrir Rangárþings ytra, endur skoðun. Það er þannig að það er gert ráð fyrir því á nýju kjörtímabili að taka samþykktirnar til endurskoðunar. Það er venja að gera það og ég ætla að gefa bara orðið laust það. Enginn sem vil taka til máls, þannig að ég ætla að leggja til að byggðarráði verði talið að skoða hvort ástæða til þess að breyta eitthvað samþykktunum okkar og vísa þeim þangað inn. Þetta er samþykkt það. Það er samþykkt samhljóða. Þá er liður 2 sem er byggðarreglur. Það er samagildir með þær. Það er gert ráð fyrir því að þær séu skoðaðar í upphafi kjörtímabils og ég ætla að leggja til að við vísum þeim líka til byggðarráðs til skoðunar. Þeir sem vilja sjá sig það. Það geta samþykkt samþykkt merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 3 sem er ráðning sveitarstjóra og meðfylgjandi er ráðningarsamningur við Eirík Vilhelm Sigurðarson og hann er þarna meðfylgjandi í gögnunum ykkar og ég ætla að gefa orðið bara laust fyrir hann ráðningarsamning. Ingvar, gerð svo. Það er þetta bara nokkrar spurningar. Eftir fyrsta spurning, það er svona varðandi launin. Við erum að skoða þetta annars staðar og þessi laun eru svona alveg í harri kantinum með sambærileg sveitarfélög. Það er kannski liggur að baki þessari launatölu með bara þenslu og annað. Eins eftir maður fyrir sér varðandi starfsskyldirnar, það er ekkert tekið fram að hann sé framkvæmdur fyrir SABS sem er hluti af starfi sveitarstjóra og hvernig fellur það undir samninginn. Þá kemur fram í vinnutíma að sveitarstjóri lýkur störfum klukkan 12 á föstudögum og það finnst það fylgir stutt í vinnutíma að stæði manni sveitarfélagsins. Eins og tala um að það grepan akstur, það er eftir fyrir hvaða er verið að tala um innan sveitarfélags eða utan sveitarfélags. Væntanlega ekki til eitthvað heimilis, það er aðeins að skýra það nánar. Og eins er kveðið á að sveitarstjóri hafi heimild til að sækja sér háskólamenntun eða að sækja sér námskeið. Það er helst að annars vegar að væri fullt starf að ræða og sveitarstjóri væri full minna í starfið. Bara
saman. Já, já. Hæ. Ég komin live? Ég að prófa mikrofón fyrir sveitastjórnarfund. 1 og 2 og 1 og 2. Það komið, glæsilegt. Gangi ykkur vel. Þetta eftir á. Það verður ég að fara aftur með þetta. Þú verður að gera það bara. Já, það ekki bara. Finnst það svo gaman? Einskott, ég muni hvað ég sagði. Jú, nú þetta komið hérna. Það það orðið á þetta. Það gerir það. Já, oddviti, bara nokkra fyrirspurnir varðandi ráðningarsamningin, kannski svo fyrsta varðandi launin, hvernig þessi laun eru fundin koma til. Maður skoða sambærileg sveitarfélög þá þetta svona í hærri kantinum með við stærð og annað. Eins varðandi ákvæði starfsskyldur, það kemur ekki fram í samningnum varðandi framkvæmdastjórn Odda BS, hvernig það, hvort það eigi að vera þar inni eða hvernig það komi við störf sveitarstjóra, hann samkvæmt samþykktum okkar framkvæmdastjóra Odda. Eins með styttingun á föstudögum, nú kemur fram að hann ljúki störfum klukkan 12, hvort að manni finnst það kannski ekki alveg eðlilegt hjá æðsta stjórnar sveitarfélagsins að hann sé alltaf sjálfvirkt búið klukkan 12 á föstudögum. Aðeins að skýra það, aksturinn, hvað sé átt við með akstur, þetta innan sveitarfélags, utan sveitarfélags, þetta allur akstur til og frá heimili, bara skýra það aðeins, og svo hérna kveðið á að hann geti sótt sér háskólanám með, hann getur ekki ákveða sjálfur endar en það talaði að sveitarstjórn styðji það. Maður hefði haldið að þetta væri alveg fullt starf og að sveitarstjóri væri fullnuma í starfið, þannig að kannski fá bara einn skýringur því hvaða nám verður að tala Takk fyrir þetta, Ingvar.
Svo ég svari þessu til varðandi launin að þá eru þessi laun sem að er verið að gera ráð fyrir að nýr sveitarstjóri verði með eru í takt við laun sem að fyrrum sveitarstjóri var með og er algjörlega í takt við þau laun sem er verið að bjóða fyrir þetta starf í öðrum sveitarfélögum í kringum okkur. Ég er alveg búin að kanna það. Þannig að ég held að það væri ágætt að ef að Ingvar er með laun í sambærilegum sveitarfélögum sem er ekki í takt við þetta, þá verður bara fínt að fá það upp, því það er þá farið fram hjá mér. Nú varðandi framkvæmdastjóra Odda, það sé ekki tiltekið í ráðningarsamningnum og þá er það auðvitað tiltekið í samþykktunum okkar, þannig að ég ger bara ráð fyrir því að við tiltökum ekki svona sérstaklega í ráðningarsamning, þetta er gert ráð fyrir þessi í samþykktunum og mitt mat er það að það sé óþarf að vera að taka fram í ráðningarsamning en það er minnsta mál að bæta því við en að því að þetta er tilgreint í samþykktunum okkar og þá til nú enga sérstaklega þörf á því. Varðandi aksturinn að þá er bara gert ráð fyrir því að hann fái greitt akstur fyrir þá fundi og þau námskeið og annað sem að hann þarf að sinna til þess að geta sinnt sínu starfi og það er ekki gert ráð fyrir því að hann fái greitt akstur til og frá heimili en það er bara sem sagt eins og aðrir kjörnir fulltrúar sem sækja fundi og fá greitt samkvæmt akstursdagbók. Nú námskeið sem að hann getur sótt eru þetta bara háð því að sveitarstjórn samþykki það og það eru þetta þá ykkur námskeið sem að nýta sveitarfélaginu en ekki honum prívat og persónulega og það eru þetta bara okkar að taka ákvörðun það í hvert og eitt sinn ef að það kemur upp. Varðandi það að vinnutíminn sé fram að hádegi og föstudögum að þá held ég að þar blandist inn í stytting vinnuvikunar og annað en það er gert ráð fyrir því í ráðningarsamningnum að hann sinni öllu því sem þarf að sinna utan hefðbundis vinnutíma þannig að ég gerum ráð fyrir því að hann vinni lengur fram að hádegi og föstudegi ef að það þarf. Þannig að ég vona að þetta svari nú þessum vangaveltu þínum Ingvar. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Gerðu svo þröstur. Já, oddviti, góðir fundamenn. Þetta er nú á 4 ára fresti á þessum vettvangi sveitarstjórna í landinu. Þá er talað laun sveitarstjóra og sitt sýnis hverjum náttúrulega eins og gengur og almennt þá er nú talað að laun sveitarstjóra yfirleitt séu tiltölulega há en á móti gerum við náttúrulega gríðarlega kröfur störf þessara aðila. Það voru ég að tala bara almennt svona og vinnutími er náttúrulega bara 24 tímar á sólarhring og það er ekki talað ykkur vökulög í þessu en ég veit reyndar ekki með almenn starfskjör hér á kontónum en þetta er auðvitað hátt og alveg sama þó að fyrrum sveitarstjóri hafi verið á þessum skala eftir náttúrulega margra ára veru í þessum jobbum og öðrum vikstöðum og með lögfræðimenntun og annað þá er þetta bara hátt. Og við sem erum svona á almennum markaði horfum bara svolítið til þessa því að margir hverjir eru náttúrulega ekki með tærnar þessir ágætu aðilar eru með hælana sko. En þetta eru há laun og þá gerum við bara þá kröfu til mannskapsins að þeir standi sig og það verður örugglega gert í þessu tilfelli eins og öðrum. En auðvitað er þetta bara umhugsunarefni að menn skuli vera komnir í þetta og þessi kjör almennt á landinu í þessu störfum. Þetta er náttúrulega hálfgalið með ýmislegt. Og þetta er bara svona til umhugsunar, ekki meira sinni.
Takk fyrir þá, Þröstur. Sko, ég hef auðvitað bara sjálfur ekkert farið inn að fylgja með það að mér finnst laun sveitarstjóra og bæjarstjóra á Íslandi allt og há. Ég bara dreg það ekkert undan í því og ég alveg sammála því sem kom fram í máli Þrastar varðandi það. En við breytum því ekki, sko. Þetta einhverjum hluta vegna komið á þennan stað og ég hef ekki áhuga fyrir því að sveitarstjórinn í Rangárþingi ytra sé einhver undirmálsmaður kemur að launum og kjörum varðandi kollega sína. En ég held að þessi laun sem við erum að bjóða séu bara ágætt og auðvitað förum við fram á við væntum mikils af nýjum sveitarstjóra, það alveg rétt. Það eitt í þessu ráðningarsamning sem að hefur nú verið gegnum gangandi í kjörum bæjar og sveitarstjóra á Íslandi að launið þeirra hafa verið tengd við launavísitölu sem að þýðir það að laun þessara æðstu embættismanna sveitarfélaga þau yfirleitt hækka helmingi meira heldur en launin hjá öðru starfsfólki sem auðvitað ekki eðlilegt og en við rjúfum það með þessum nýja ráðningarsamning þannig að hans kjör tengjast bara almennum kjarasamningshækkunum eða hækkunum sem að hans félag semur sem í þessu tilfelli Viska ef ég man rétt ekki. Þannig að ég held að það sé bara ágætismál. En ég tek alveg undir það að laun bæjar og sveitarstjóra á Íslandi eru í hærri kantinum. Það alveg rétt. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Gjörðu svo vel, Gunnar. Fundarstjóri, fundamenn, langaði bara að spurja þess nánar út í námið þegar menn setja svona klásúlu í samning eins og með námið. Langaðum að vita hvort að menn séu með eitthvað sérstakt í huga, hvort að sé eitthvað sem sé á dagskrá sem liggi fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir það. Nei, það ekkert neitt sérstakt sem að sem stendur til að hann sé að fara að sækja. Og þetta ekki tilkomið vegna neins sérstaks sem að stendur til að fara í, alls ekki. Þetta bara einfaldlega var í ráðningarsamningnum, gamla ráðningarsamningnum og fylgdi með þeim nýja. Og mér finnst alltaf að þetta sé þarna svo lengi sem þetta háð samþykki sveitarstjórnar hvað menn að fara að gera. Fleiri? Herðu, þá ætla ég bara að bera upp þennan ráðningarsamning við Eirík Vilhelm Sigurðarson að hann verði ráðinn í starf sveitarstjóra og svo kemur fram í samningnum að þá mun hann hefja störf bara núna næstkomandi mánudag, 15. júní sem bara mjög gott. Og þessi geta samþykkt þennan samning vissilega gefa merki. Ykkur á móti. Hann samþykktur með 4 atkvæðum, 3 sitja hjá. Mjög gott. Þá fyrir við lið 4 sem fundaráætlun 26 fyrir sveitarstjórn, byggðaráð, skipulags- og umferðarnefnd og fundaráætlunin hún fylgdi þarna með. Við þyrftum líka að samþykkja það að sveitarstjórn fari í sumarleyfi frá með deginum í dag til og með 12. ágúst. Það morgun frá til og með 11. ágúst.
og til og með 11. ágúst og að byggðaráði verði falið fullnaðar afgreiðsla mála Nei, það er ekki með, ég ákveða það var ekki með að ég vissi að fundur 12. ágúst. og byggðaráði verði falið fullnaðar afgreiðsla mála í sumarfríi sveitarstjórnar. Svo geta sagt þetta, það er samtidig samhljóða. Þá er liður 5 sem er aðalfundur Bergrisans, þar sem að hafa verið haldinn næstkomandi mánudag í fjarfundi, byrja klukkan 1 og það er tillaga að fulltrúar verði Eggert Valur Guðmundsson, Viðar Már Þorsteinsson, Guðbjörg Snorradóttir, Guðmar Aubertsson og Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Og til vara Erla Sigríður, Margrét Harpa og Þröstur Sigurðsson. Og svona fyrir ykkur sem eru ný hérna, þá er þetta bara fínt, ef þið hafið tíma að við getum setið hérna saman á fundinum, það er bara jákvæmt, sko. Þess getur samþykkt þetta, það er samþykkt samhljóða. Þá erum við lið 6 sem er tilnefning í framkvæmdanefnd landsmóts Ungmennafélags Íslands 50+ árið 27. Það er sem sagt hérna verður haldið hér landsmót 50+ næsta sumar og það er kallað eftir fulltrúum frá okkur í undirbúningsnefnd vegna þessa móts og ég ætla að leggja til að Eiríkur Vilhelm og Jóhann G. Jóhannsson, íþrótta- og tómstundafulltrúi, verði fulltrúar okkar í nefndinni. Ég ætla ekki að orðið laust það, ef það er ykkur athugasemdir eða eitthvað það. En svo held ég að væri ágætt líka bók að Tómas Haukur starfi með nefndin eftir því sem að þarf. Þú kannski bókar það, ég er ekki sammála því, er það ekki bara jákvætt? Á þess að vera kannski fulltrúi í nefndinni, heldur að þessi bóka að hann muni starfa eftir því sem að þurfi með nefndinni. Þessi geta samþykkt þetta einslega geimmerki, það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 7 ekki? Mertur liður 11. Það er tillaga frá fulltrúa D-lista. Fjallafang. Það er ekki bara að taka þessa tillögu fyrst og taka svo fjallafang. Það er hérna tillaga frá fulltrúa D-lista varðandi girðingu við Oddaveg. Það spurði hvort að ykkur af ykkur vilja kannski fylgja þess aðeins úr hlaði. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri fundamenn að ræða í raun og veru lok á verki sem var aldrei alveg klárað frá því 2021. Kom þessi fína samgöngubót yfir Þverárna mótaveginn. En staðan er þannig ennþá að girðingin meðfram veginum hefur ekki verið kláruð með tilheyrandi ónæði. Þannig að tillagan er bara svo að virðist svo vera í skjölum málsins að það hafi verið komið samþykki fyrir fjárveitingu frá vegagerðinni og málið einhver hluta vegna dagað uppi. Þannig að tilgangur með tillögun er einfaldlega bara íta á þetta og klára þetta mál sem er í raun og veru ódýrasti þátturinn í þessari stóru framkvæmd. Takk fyrir. Takk fyrir það, Guðmar. Ég velti fyrir mér í þessu sambandi hvort að þetta sé ekki landeigandans og vegagerðarinnar að finna út úr þessu. En það er mitt mat, sko, en það er ekkert víst að það sé því eina rétta, sko. Gerðu svo lengur. Já, oddviti, sko sveitarstjórn lætur svo náttúrulega umferðaröryggismál varða og við erum nú með sérstaklega nefnd sem að fjallar þau mál og þetta er umferðaröryggismál. Þarna eru
er sauðfé á veginum á sumrin. Þetta er hættulegt umferðinni og þetta er líka ónæði fyrir aðra þó að það sé ekki beint umferðaröryggi, þannig að ég held að það sé nú ekki verið að fara fram á mikið að ætlast til þess að sveitarstjóri tali við Vegagerðina það að reyna að ýta þessu máli áfram. Ég held að það sé bara til hagsbóta fyrir alla vegfarendur þarna og samfélagsmál. Takk fyrir það. Nei, ég hef ekkert á móti því að sveitarstjóri tali við Vegagerðina, langt því frá. Ég ætla þess að leggja fyrir ykkur hérna breytingatillögu á þessari tillögu. Lesa hana fyrir ykkur, athuga hvort ykkur hugnast hún. Tilbúnir. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að óska eftir formlegri afstöðu Vegagerðarinnar sem veghaldara til ástands girðinga meðfram Oddavegi neðst við Þverárbrú og til hvaða úrbóta sé þörf á að grípa til með hliðsjón af umferðaröryggismálum, vegalögum og reglum kostnaðarskiptingu vegna girðinga meðfram vegum. Jafnframt verði málið unnið áfram í samráði við viðkomandi landeigendur eftir því sem tilefni til, svo ábyrgð einstakra aðila eins og til dæmis veghaldara og landeigenda liggi skýr fyrir áður en ákvörðun tekin frekari aðkomu sveitarfélagsins að málinu. Hvernig líst ykkur á þessa tillögu? Gjör svona ykkur, þú getur lesið hana, hún hérna á skjáðum. Já, mér líst ekki illa á þessa tillögu en ég vil bara ítreka það að það er ekki verið að ætlast til þess að sveitarfélagið leggi fjármagn í þessa girðingu. Það er fyrst og síðast verið að ætlast til þess að sveitarfélagið þrýsti á hana. Þannig að því ég er nú bara að sjá þetta í fyrsta skipti hérna. Ég setja hann upp á skjáman ykkur. En ég held að þessi tillaga sé bara allt í lagi, sko. Við ætlum að setja tillögun upp á skjáin, það getur lesið hann yfir. Það er að koma til að tíðin og varpaði skjá. Já. Jana, kemur hún. Já. Getum við sest á þetta? Sveitarstjórn felur sveitarstjóra óska eftir formlegri afstöðu Vegagerðarinnar sem veghaldara til ástands girðinga meðfram Oddavegi neðst við Þverárbrú og til hvaða úrbóta sé þörf á að grípa til með hliðsjón af umferðaröryggismálum, vegalögum og reglum kostnaðarskiptingu vegna girðinga meðfram vegum. Jafnframt verði málið unnið áfram í samráði við viðkomandi landeigendur eftir því sem tilefni til, svo að ábyrgð einstakra aðila eins og til dæmis veghaldara og landeigenda liggi skýr fyrir áður en ákvörðun tekin frekari aðkomu sveitarfélagsins að málinu. Er þetta ekki það sem þetta snýst um með það? Það snýst náttúrulega bara um það að girðingi komi, sko, sem að Vegagerðin búin að samþykkja, sko. Skiltir nú ekki neitt annað. Þetta tekur á því. Ég held sér líka ágætt fyrir sveitarstjóra að hafa þessa samþykkt, þannig að hann viti þá svona aðeins hvað máli snýst.
spyr mig bara að meta ástand girðingu sem ekki til staðar, sko. Það engin girðing þarna, sko. Gjör svo Margrét. Já, ótrúlega ágætu fundamenn. Það sem náttúrulega málið sko, ef að skurðir eru taldir vera nægir til að halda búfé frá, þá ættu þeir að vera, en það náttúrulega að þetta snýst af ýmsu öðru, það vantar til dæmis ristahlið til að fé eigi ekki greiðan aðgang yfir brúna, maður sér það alveg, það ýmislegt sem vantar þarna. Ég veit ekki til þess sko að það er líka spurning hvar á að girða, hvaða landeigendur eiga þarna sem eru með búfé, hvaða landeigendur eru þarna. Er búfé í Odda, ekki mér vitandi, en það sko, já, eru skurðir og ef að ég hef ekki, sko í samningnum, upprunalega samningnum þar sem að var sveitarfélagið tók að sér vegagerð og afhendi svo vegagerðinni veginn til varðveislu eða eignar og viðhalds, þá gat ég lítið sé með með girðingamál, það var ekkert tekið á því. Þegar vegurum var gerður í upphafi. Ég gat ekki fundið það í þeim gögnum, en ég svo sem er ekki búin að ná að rýna það alveg í þaula. Þannig að, já, ég held að þetta kannski taki svolítið á þessu, hvað á að gera. Og við þurfum bara svolítið að fá þetta á hreint og afla gagna. Þannig að, takk í bili. Getum við ekki sæst á þessa tillögu og sveitarstjóri óski eftir formulegri afstöðu vegagerðarinnar sem veghaldara? Gerðu svo koma kortið upp. Fundarstjóri, menn, ég fæ ekki betur séð en það gögnum sem að fyrir liggja fyrir fundin að afstaða vegagerðarinnar liggur nú þegar fyrir. Hún er búin að samþykkja að taka þátt í kostnaði ef ég skildi það rétt. Þannig að í raun og veru snýst í mínum huga bara að fá svar vegagerðarinnar hvort að það standi ekki ennþá og fá svo verktaka bara til þess að framkvæma verkið, að fela sveitarstjóra það. Takk fyrir. Ég held að þetta nú ekki verið að eyða of miklum tíma í þetta mál. Ég heyri það, þið eru ekki tilbúin að samþykkja þessu tillögu, eða eigum við að bóka bara einfallega að sveitarstjóra verið falið að ræða við vegagerðina, eða við þurfum einhvern veginn að finna lausn á þessu. Bara miðað við eldri gögn, sko, þetta er náttúrulega bara búið að vinna þetta töluvert, sko. Ok, þá skulum við bara afgreiða þetta þannig að sveitarstjóra verði falið að ræða við vegagerðina á grundvelli eldri gagna, þeirra gagna sem fyrir liggja, eitthvað svoleiðis. Gera það svoleiðis. Sveitarstjóra verði falið að ræða við vegagerðina málið á grundvelli þeirra gagna sem fyrir liggja, eitthvað svona. Ok. Herru, þá er girðingamálin búin. Þá förum við hérna í máli sem við tókum inn með afbrigðum á fundin sem er umsókn tækifærisleyfi frá Fjallafang og við höfum afgreitt þetta áður, svona leyfi, þannig að ég ætla ekki að orðið laust það. Þessi geta samþykkt þessi tækifærisleyfi til Fjallafangs við að leggja merki. Það er ekki mörg leyfi. Jú, við erum að bera þau saman öll í einu. Þau eru öll undir þessi leyfi öll. Þessi geta samþykkt það er samþykkt samhljóða. Herru, þá var það skipulagsnefndin. Það er lækur 14, minnkun lóðar, það sem nefndin gerir ekki athugasemd við minnkun lóðarinnar. Nefndin telur ekki þörf á breytingu á gildandi deiliskipulagi fyrir svæðið þar sem ný afmörkun lóðar hefur engin áhrif á staðsetningu byggingareita eða byggingamagn viðkomandi lóðar.
Þetta er lækur 14. Það er samþykkt. Það var að lækur 10, það er minnkun lóðar. Það sem nefndi gerir ekki athugasemdir við minnkun lóðarinnar. Nefndi telur ekki þörf á breyting og gildandi deiliskipulagi fyrir svæðið þar sem ný afmörkun lóðar hefur engin áhrif á staðsetningu byggingareita eða byggingamagn. Ég geti samþykkt það. Það er samþykkt. Holtsmúli, land 1. Holtsmúli 1, land B. Landskipti Holtsmúli 1C. Nefndi gerir ekki athugasemdir við áformu landskiptinni fyrirhuguð heit og lóð og leggur til að landskipti verði samþykkt. Það er samþykkt. Framkvæmdaleyfi vegna ræsis í Námskvísl. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að útgáfa framkvæmdaleyfis til endurbóta á vaðun í Námskvísl samanber framlagðan uppdrátt og önnur gögn málsins verði samþykkt, enda hefur framkvæmdin engin áhrif á skipulagsáætlanir fyrir landmannalögar. Nefndin leggur til að skipulagsfulltrúa verði falið að gefa út leyfið og hafa eftirlit með framkvæmdum. Samþykkt það. Það er efnistökusvæði í Þjórsá. Beðin umsögn vegna starfsleyfis sem nefndin gerir engar athugasemdir þótt veitt verði starfsleyfi til efnistöku úr E33 og E67 þar sem efnistakan er í fullu samræmi við skipulagsáætlanir, auk þess sem fyrir liggur útgefið framkvæmdaleyfi til efnistöku úr þessum stöðum. Það er samþykkt. Vaðfitjanáma, efnistökusvæði E125, beiðni umsögn vegna starfsleyfis. Nefndin gerir engar athugasemdir þótt veitt verði starfsleyfi til efnistöku úr E125 þar sem efnistakan er í fullu samræmi við skipulagsáætlanir, auk þess sem að fyrir liggur útgefið framkvæmdaleyfi til efnistöku námunni. Það er samþykkt. Það var að keldur og fleiri jarðir, skógrækt. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að málsmeðferð fari sem framkvæmdaleyfi sé að ræða. Nefndin telur einnig réttast að breyting verði gerð á landnotkun svæðisins sem ræðir í aðalskipulagi, en telur hentugast að slík breyting verði gerð samhliða endurskoðun aðalskipulags. Það er samþykkt. Meiritunga 1B, það er deiliskipulag. Nefndin samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulags. Það er samþykkt. Norður Nýibær, framkvæmdaleyfi til vegagerðar. Það sem nefndin leggur til við sveitarstjórn að útgáfa framkvæmdaleyfis til vegagerðar í Norður Nýjabæ samanber framlagðan uppdrátt og önnur gögn málsins verði samþykkt, enda framkvæmdin í samræmi við skipulagsáætlanir. Nefndin leggur til að skipulagsfulltrúa verði falið að gefa út leyfið og hafa eftirlit með framkvæmdum. Það er samþykkt. Þjóðólfsægi, breyting á landnotkun í verslunar- og þjónustusvæði. Nefndin hefur fjallað framkomnar umsagnir og telur að þær hafi ekki efnislega áhrif á tillöguna en tekið verður tilliti þeirra við útfærslu deiliskipulags. Nefndin samþykki fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði afgreitt samkvæmt 2. málsgrein 32. grein skipulagslaga og send skipulagsstofnun. Það er samþykkt. Það var að Gaddstaðaeyja, það er breyting á landnotkun í aðalskipulagi. Það sem nefndin samþykki tillöguna til auglýsingar samkvæmt 1. málsgrein 31. grein skipulagslaga. Kynning viðslutillögunar hefur þegar farið fram. Nefndin ítrekar að tillaga að deiliskipulagi verði auglýst samhliða. Það er samþykkt. Og þá er það deiliskipulagi í Gaddstaðaeyju. Nefndin hefur farið yfir framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Það er samþykkt. Það var hér Orravellir 5. Var þessu frestað. Skipulagsnefnd hefur farið yfir umsókn
aðila og telur hún uppfylla ekki meginskilyrði samþykktar úthlutunarregluna til afgreiðslu þar sem framkvæmdatími er utan þeirra 8 mánaða sem reglu kveða á um. Skipulagsfulltrúi er falið að hafa samband við umsækjanda til að uppfæra áætlaðan framkvæmdatíma. Sagði þetta? Og ég segi eitt orð. Gerðu svo vel, Guðmar. Hún Laufey Ósk sendi mér afrit af tölvupósti sem hún sendi til starfsmanna sveitafélagsins og það sem að hún er búin að breyta þessu framkvæmdatíma í þetta munaður 1 mánuði. Hún ætlaði að byrja í mars en hefði þurft að byrja í apríl til að uppfylla, hefði þurft að byrja í febrúar til þess að uppfylla þessi skilyrði. Þannig að ég legg til bara að sveitarstjórn samþykki þetta með þeim fyrirvara og hún breyti þessum áætlunum sínum sem hún hefur nú þegar gert. Takk fyrir það, Guðmar. Ég held að þetta breyti ekki öllu málinu þó að þetta verði bara klára á næsta fundi skipulagsnefndar. Það hefur engin áhrif á málið, þannig að ég held að við samþykjum bara þessa afgreiðslu nefndarinnar. Þess að getur sagði þetta samþykkt. Þá eru hér afgreiðslufundir byggingafulltrúa sem er lagður fram hérna til kynningar. Hér 1, 2, 3, 4, 5 fundir. Þeir eru lagðir fram til kynningar og þá er það fundargerð byggðaráðs sem er lögð fram hér í heilu lagi og til umræðu ef eitthvað er þar sem að þið viljið ræða. Svo er ekki, þannig að ég ætla að bera upp fundargerð byggðaráðs að geta staðfest hana. Hún er staðfest. Þá er hér tónlistarskóli Rangæinga og ég þarf að bera hér upp skóladagatal tónlistarskólans sem geta samþykkt það. Það er samþykkt og þetta var eina málið sem að var á fundi tónlistarskólans en ég ætla nú samt að leggja fram fundargerðina til kynningar en við erum búin að samþykkja skóladagatalið þannig að þá er það klárt. Og þá er nú farið að halla í þessu hjá okkur og það eru bara 2 fundargerðir hér eftir til kynningar. Það eru fundargerðir farsældara á Suðurlands og fundargerðir heilbrigðiseftirlit Suðurlands. Það er ekki sem við taka til máls, þannig að ég ætla nú bara bara ósku ykkur góð sumars í sumarfrí í sveitarstjórnar og við sjáumst bara aftur fullskipuð sveitarstjórn 12. ágúst og að því sögðu segi þessu fundi slitið.